Og á Hellu fer fram núna, held ég, Íslandsmeistaramótið eða Íslandsmótið í hestaíþróttum, Íslandsmót fullorðina, og hann er hér á línunni hjá mér, sá mæti maður Erlendur Árnason, mótastjóri. Komdu sæll og blessaður. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hvernig liggur á okkur hérna á Hellu? Það liggur mjög vel á okkur hérna á Hellu. Það er bara hætt að rigna og komið blíða. Já. Og við vonumst þess að góðu veðri helgina og það gengur vel. Já. Ég hef sagt að það sé eiginlega rjóma blíða allavega ef ég horfi hérna yfir út gluggann og þarna austur fyrir það sem ég nú stæður á Selfossi en við erum að tala Íslandsmótið í hestaíþróttum, er það ekki? Jú, akkurat. Íslandsmót í hestaíþróttum 2017 er hérna í fullorðina. Fullorðina? Já. Þetta er knapakeppnir, er það ekki? Jú, íþrótta, það eru tvenns konar keppnir í Ísland hestamennskunni. Það er annars vegar gæðingakeppnin, þar sem að þetta snýst meira hestin. Akkurat. Og íþróttakeppnin sem er sem sagt Íslandsmeistaramótið. Já. Og það snýst meira reiðmennsku knappans. Já. Og hestins. Og knappa á hestins, maður verðlauna meira í því tilfelli. Akkurat. Og þetta er svolítið fjölmennt mót, er það ekki? Jú, það eru það eru keppt í hinnum ýmsu greinum, eins og tölti, fjórgangi og fimmgangi og skeiðgreinum. Já. Það eru svona 260 skráningar á mótum. Já, það er vært slatti og þetta eru fullorðnir einstaklingar eins og sagt er, þetta er ekki... Akkurat, mótið stendur hérna í 4 daga. Já. Og það er svo næstu helgi er Íslandsmót barna, unglinga og ungmenna og það er norður á Hólum í Hjaltadal. Já, það er unglingadeildin. Já, þannig að þetta var orðið svo stór mót að það var ekki hægt að hafa þetta væri rúm vika, sko. Já. Þetta eru 2 4 daga mót. Já, það er heil vika, það eru langt frí frá vinnu, er það ekki? Og með tilhjandi ferðalögum og öllum þeim daganum. Akkurat. Nú þetta er líklegast, myndi ég halda, eitt svona fjölmennasta sportið almennt á Íslandi, hestamennska og svona er svona erfitt að ná að fylgjast með öllu sem er í gangi í hestamennskunni? Það er erfitt að fylgjast með öllu. Það eru mótbókst bara allt land, flest allar helgar og mikið yfir veturinn líka. Allt svona deildir byrjaðar, meistaradeildir og Suðurlandsdeild og áhugamannadeild og það eru bara mikil gróska í keppni í hestamennsku. Og já, eins og þú segir, mjög margir uppkendur. Já. Og fer alltaf frekar vaxandi, vona ég. Já, mér hefur sýnst að þetta fer fjölgaldi frekar en hitt og kannski voðalega erfitt að ná að mæta á öll mót sem eru í boði og ef þú vilt fylgjast með, en það er nú búið að leysa það, er það ekki, með hjálp internetsins? Akkurat, við erum með hérna á flestum svona stærri mótum orðið, með livestream frá mótunum. Já. Og fólk getur bara eins og núna til dæmis, við erum með livestream frá þessum móti. Og ég veit að það er fólk út allan heim, hesta heimsín sem að fylgjast með þessu móti. Já. Og það er hægt að komast inn á það bæði yfir heimasíðuna llhhesta.is eða hmfeisir.is og komast þar á þetta livestream sem er eða á heimasíðuna os.com og undir llhhestar. Já. Það er hægt að komast á þetta livestream og það kostar dagurinn held ég eitthvað í kringum 1000 kall og allt mótið er eitthvað tæpust 300 kall og þá er hægt að fylgjast með bara í toppgæðum á bara fyrir framan skjáin heima það sér, bara hvað sem er í heiminn. Já, þarftu ekki að hafa ágjur að því að sé kannski einhver hávaxin sem að sitja fyrir framhæði og byrgi sín. Og líka það að hérna, það er ekki bara að þú kaupið livestreami hérna, það er ekki bara í dag eða á morgun. Það er opið sko alveg út mánuðin. Já, ég fatt það. Þú getur bara skoða það bara á netveldi og þú ætti að horfa eitthvað annar mótið núna. Já, getur alveg dottið hérna bara þessum og sína vinnufélagunum eitthvað eða allan pakkan. Já, akkurat. Já, er svona eitthvað í gangi í kringum þetta Íslandsmót svona þessa helgina? Já, til dæmis verður hérna blásið í stór ball hérna á Laugardalskvöldi. Já. Reiðhöllin á Hellu. Já. Og það er hérna hljómsveit Stuðlabandi sem ætlar að vera hérna með stór ball. Já, svo mæta unglinga hljómsveit. Já, ég var einmitt hérna
síðustu helgi á balli í Borgarnesi. Já. Og var að dæma á fjórðungsmóti Vesturlands og ég get bara mælt með hljómsveitinu, þetta er rosalega þétt band og góð músík. Já. Og halda fólki vel við efni. Já, það... Alvöru ballhljómsveit. Heldur verið ánægðir með þessi meðmæli, drengirnir? Já. Það er slega ég er eiginlega komið þessu til skila og segja þeim frá þessu en já, það verður dansið bara hérna, mjög góð aðstæða og völlurinn og mjög mikið hósað vellinum, hann er í góðu standi og ekki of harður og ekki of mjúkur, þetta er allt svona púsluspil að hestarnir getur sýnt sitt besta og við góðar aðstæður. Já, og er vel fólk að mæta jafnvel með tjald og svefnpoka og ætlar að vera þannig alla helgina? Það er hægt að vera hérna á allsvæðinu hérna við veitingahúsi Árhús hérna rétt hjá, það er bara hérna hinum með við völlin. Já, göngufæri. Já, og já, ef maður er með hísi eða vagni eða tjaldi eða eitthvað svo leiðs, þá er upplagt að stoppa þar. Gera bara góða ferð úr þessu, bara upplagt fyrir hestaáhuga fólk. Algjörlega. Já. Og ef þið komist ekki, þá bara skellið ykkur hérna á netið. Já, þá var hægt að sjá þetta allt. Inn á LMF, hvað var það? HM? Það er hægt að finna þetta inn á os.com, þetta er LH-hestar. Yes. Eða þá bara inn á heimasíðinni sem heitir lhhestar.is. LH-hestar var það. Já. Það var akkurat það sem ég var að kíkja eftir. Ég er hugsa að hleypa þér út í, ég veit að það er mikið að gera hjá mótstjóra á svona móti, en hvert er mitt eindriðið fólk til þess að kíkja inn á lhhestar.is og skoða þetta allt saman og svo eru þið með viðburð á Facebook líka, undir Íslandsmót er það ekki í hestaíþróttum? Jú, það er viðburðin heitir Íslandsmóti 2017. Já. Og þar koma allar niðurstöður alveg leið eftir hvernig einasta keppanda og allar upplýsingar sem varðandi móti. Allt sem að skiptir máli eins og sagt er. Já. Herðu, Erlendur, ég ætla bara að þakka þér kærlega fyrir spjallið og vona að þú eigir sem allra besta helgi og ykkur gangi bara allt í haginn. Herðu, sömulegis. Og bara áfram hestar. Ok, takk. Takk. Bless.